Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Tónlistarmaðurinn, sagnfræðingurinn og hlaðvarpstjórnandinn úr draugum fortíðar, Flosi Þorgeirsson, sestur hjá mér öðru sinni. Velkomin, Flosi. Takk fyrir kærlega. Við höfðum nú svo margt að ræða síðast að ég stakk upp á 3 samtölum. Svona mér sýndist að við þyrftum 3 þætti til að mér yrði svalað til þess að ég fengi að vita það sem mér langaði til að vita. Og þú var svo vænn að verða við því og við höfum svolítið verið að ræða sálina og andleg mál og munum sennilega alltaf flétta því við annað og við höfum svolítið verið að ræða svona sálina og andleg mál sem samfélagsmál sem að mér finnst svo gjöfult og sterkt oft að nota persónusögur til þess að reyna að varpa ljósi á samfélagið. Og ef við svona aðeins rifja upp hvar við vorum staddir þegar við settum kommu síðast, að við vorum búin að heyra þig svona ræða líf þitt fram yfir gelgjuskeið og átök og áföll og sársauka og svona hvaða leiðir þú hafðir til þess að bregðast við í þessari list að lifa af. Nú í dag langar mig svona kannski til þess að þú ræðir þá við mig æviskeiðið svona nánast fram að samtímanum í einhverju mynd með þessari samfélagstengingu vonandi og loka þátturinn sem við tækjum þá kannski upp í næstu viku eða eitthvað svoleiðis þá ætlaður að sýna þá þú ætlaður að vera svo rausnarlegur að þú ætlaðir að deila með okkur reynslunni að brenna út sem ekkert langt síðan þú lentir í. Einmitt, síðasta ári, Þannig að þú ert til í þetta plan. Já, ég það. Og ágætt fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur að þekkja þessa grind. En ég bara áhyggjur að því alltaf þegar maður fer að tala um tráma þá alltaf hluti á heilanum sem að reyna að fá þig til að gera þetta ekki. Já. Það dálítið sérstök tilfinning, sko. Já. Og en ég bara hrættur við það að ég fara að vaða úr einu í annað. En yfirleitt þess mér alveg að halda mér svona tilfinningarlegu játvægi. Já, ég skil alveg hvað þú, en það nokkuð gallið þegar maður veður úr einu í annað? Þetta ekki bara einhvers konar það getur vel verið. Ófullkomið flæði, við erum að reyna að henda reiðu á eitthvað? Þetta bara, ég konungur stjórnleysisins enn einu sinni að vonast eftir einhverjum strúktúr í mínu lífi kannski. Reyna að halda einhverju línu en kaosið kemur alltaf og tekur mig, sko. Það fínt. Ég hef verið að skoða að dagskrárgerð Ríkisútvarpsins nokkra áratugi aftur í tímann. Já. Og það rosalegt hvað spyrlarnir mistu oft af tækifæri. Já. Að þeir voru svo ákveðnir í að spyrja bara fyrirfram allra spurninga og ef viðmælandinn brá aðeins út þá bara þá í rauninni valtaðir yfir hann bara með næstu spurningu og sko í flæðinu og í því að vaða út og söður þar nefnilega það leynast oft svo margir áhugaverðir punktar. Þannig ég myndi bara vera alveg rólegur í að vera þú. Já, takk. Það mikið list að taka viðtöl, það það. Já, þú, og náttúrulega bara þetta form. Já. Svo ég minnist aftur á drauga fortíðar. Þetta náttúrulega gríðarlega þú og félagiðin, þið náðuð alveg óbóðslega. Já, þetta gefandi form, sko. Já, og þið náðuð mjög mikill í færni, sko. Já, ég býst því. Já, einmitt. Sko, þú förum aftur til þín svona 15 ára gamals. Þú ert búin að finna þér eins og þú sagðir síðast það eru afþreyingarmiðlar, það er listin sem svolítið þér til bjargar í erfiðum aðstæðum. Það var eitt atvik sem ég var ekki búin að segja frá heldur seinast sem dálítið mikilvægt því að talandi dauðan, sko, ég hefði upplifað hann hefur 8 ára þegar faðir minn deyr nánast fyrir framan mig. Já. Ég á staðnum. Einmitt. En mér finnst það vera alveg, ég set það sem fyrsta skipti sem ég virkilega finn dauðan, sko. Já.
einhver slís og það er faðir minn, þannig að það er nú einhver mjög nákominn og bara áhrifin það hefur. En eins og ég sagði, held ég í fyrsta þættinum, þá er það ekki beint trámavaldandi. Ef við réttir tekið á málunum, þá held ég að það að svona rosalegur missir geti bara orðið ekki trámavaldandi ef það er rétt tekið á málunum. En ef það er allt í lausu lofti og sérstaklega þegar börn varðar, ef þau eru ekki gripin, þá það er ekki góð sviti. Og þessum tíma greinilega tel ég bara að þetta við höfum verið ásalega stutt komið með að fara að ræða það. Börn voru svo mikið, fannst mér svona ennþá til hliðar í umræðu í samfélaginu. Þetta er 76 þegar hann deyr. En þegar ég 13 ára og kom inn í dálítið öruggt umhverfi hjá bróðum mínum í Stykkishólmi, 81, þá förum við, þá kemur vinur hans í heimsókn, Ágúst Guðmundsson, kvikmyndaleikstjóri. Hann er að leita tökustöðum fyrir útlagan, mynd sem að gera þarna 81 eða 22 held ég. Eftir Gísla Sögu Súsunar, einn af Íslendingasögunum. Og það er siglt út á Breiðafjörð og lítilli trillu og ég og 11 ára bróðurdóttir mín fáum að fara með, rosa spennandi og skemmtilegt. Þangað til að báturinn siglir upp á sker og hendist upp á skerið og fer á hliðina. Talstöðinni í vatnið og þarna erum við bara, þetta var komið sjóslys. Hafði aldrei sérstætt að vera 13 ára að lenda í þessu. Ágúst Guðmundsson, hann synti í land, 100-200 metra sund í 2 gráðu köldum straumhörðum sjó. Algjört þrekvirki. Og að því við vissum að það var maður í landi í eyjunni þar sem við höfum strandað. Fyrir ótrúlega heppni þá vorum við líklega hjá einu eyjunni á Breiðafirði þar sem við vissum að það var maður sem var þar alltaf á sumrin, sko. Og hann gat haft samband við og sótt þetta hjálp. En hjálpin kom, við vorum orðin mjög blauð og hrakin, þannig að ég hugsa og bróðir minn var sammála mér í því að klukkutími viðbót, það er ekkert víst að við höfum alveg öll lifað það af. Þetta finnst mér í annarskiptið sem dauðinn kemur og ákveður ekki að taka mig. Þannig að það var alveg svona, þetta lagðist ofan á trámað sem var fyrir. Ég skil. Alveg sannfærður. Þetta hefði djúpstæð áhrif á bróður minn líka. Sem ég held að hafi fylgt honum alla ævi, sko. Einmitt. Lífsháskin getur samkvæmt því sem ég hef skoðað, hann getur líka verið sko pósitífur hvað það varðar að þá fer fólk að vega og meta hvort það geti gert betur og hvort það sé að lifa til einhvers, en það hefur ekkert jákvætt hlotist af þessu í þínum huga. Nei, þetta var svo sama sagan, sko, það var dálítið svona, meira svona gert gaman að þessu eins og ykkur ævintýri. Og svo ekki talað um þetta, sko. En ég veit að mennirnir sem kom að bjarga okkur, þeir voru dauðhræddir það að þeir þyrftu að draga sko barðslík upp úr köldu hafinu, sko. Þannig að þetta er undirliggjandi gífurleg alvara. Sem ég held við séum oft að forðast við að tala bara með karlmennsku töktum og húmor. Algjörlega, sko. Engin spurning. Mér dettur það í hug. Alltaf þessum tíma þá var einhvern veginn. Nei. Og ég hitti nýlega sko frænku mína og við höfum eiginlega aldrei sest og talað bara þetta atvik, sko. Ég bað hann að gera það fyrir mig og bað hann að meta hvernig manstu eftir mér þarna og hún sagði ég hefði verið alveg svona þögull og svipbrigðalaus, meira og minna. Það segir mér alveg ég hefði verið komin aftur í þessa varnaraðferð mína sem einhvern veginn að fara inn í höfuðið á sjálfum mér. Bara loka mig af einhvern veginn. Það er oft sagt að ég sé þolinmóður. Get beðið á biðstofu læknis alveg heilengi, en ég gerir þetta bara. Fer svona inn í sjálfa mig. Verð mjög introvert. Með eigin hugsunum. Ég skil þig. En þegar þú varst í þessum háska það var engin guð til þess að tala við og biðja hjálp eða hvað? Nei, sem er aldrei áhugavert þess að fjölskylda bróður mín sem er mjög trúið. Hann var kaþólsk, þannig að það var farið í kirkju hverju sundi og ég með sér þjónaði fyrir altari í Stykkishólmi.
ég alveg altari strengur, sko. Ég dálítið ánægði með það. Já. En nei, það var ekki mikið talað um hann þarna, minni mig. Nei. Hann var alveg horfinn á mínu lífi, sko. Já, einmitt. Bara einmitt. Já. Eða leið og föðurbróður minn sagði þetta pabbi þinn er dáinn, hann hjá Guði. Þá var ég og þessi Guð ekkert góðir vinir. Nei, ég skil það. Og dauður, ég og mér sérsta samband við hann. Það svona, ég ætti örugglega erfitt með að kýla hann ekki, ef ég myndi hitta hann. Hann er upplifði hann svona eins og hann hafi tvisvar komið og tekið föður minn og svona hótaði að taka mig, en svona hætti við það. Ég þarf að eiga alvarlegt samtal við dauðan þegar ég hitt hann, sko. Já, kannski gestkostur á því. Það er spurning, en hann er... En því ég veit að þú náttúrulega skrifaðir bóku dauðan, þannig ég hef alltaf verið heillaður að þessu, sko, hvort að við í nútíma samfélagi við séum ofhræddir dauðan. Já, það var svolítið tilgangur skrifa minna á sínu tíma. Þú kannski heyrt bókina sem var gefin út hérna á miðöldum eftir svartadauða, Ors Moriartis, sem fjallaði hvernig væri best að deyja, eða svona nokkuð einn fyrsta sjálfshjálpar, þann bókinni þetta. Þegar þetta var svo gífulegt áfall fyrir náttúrulega bara alla þessi hræðilega pláa. Svarti dauði. Ég mikið velti fyrir mér hvort við getum snúið sko hugsun okkar við. Ég að vitna þarna í þýska heimspekinga og fleiri í bókinni það sko að dauðinn sé sem sagt normið og ekki til óttast og við getum svona fært hugan bara aftur að norminu sem eru þessi skil og lífið sé sem sagt ævintýrið. Já. Og ef við skilum hvað ég á við. Já. Og hérna þannig að í stað þess að ellin vinni á okkur, að við færumst nær dauðanum, sem sagt með hverjum degi sem líður, þá setja hrein gjöf. Þessi spurning hvort þú telur frá upphafspunkti til hins síðasta eða hvort þú hefur talninguna frá endapunktinum og fram. Skilur hvað ég á við? Endapunkturinn er dauðinn. Já, akkurat. Að hvort ætlar að hugsa frá hægri til vinstri ef dauðinn er hér og fæðingin er hér, hvort ætlar að hugsa frá vinstri til hægri eða frá hægri til vinstri. Já, þetta er kannski hluta því ég átti alltaf erfitt með kristni, sko. Við erum fædd syndug í þennan heim, hann er hálfgerður refsing, en besti heimurinn er þegar við deyjum, en getum við verið viss það? Ég er alls ekki að tala um það, sko. Nei, þú ert ekki að tala um það? Nei, alls ekki. Ég er bara að tala um, sko, að það er bara eitt sem við vitum þegar við fæðumst, það er að við deyjum. Það er eina sem við vitum. Þá skulum við bara vinna með það. Já. Skilur hvað ég við. En þá meina sko að dauðinn er í rauninni svona öruggasti fastinn eða fyrirbærið í lífinu. Já. Við vitum að hann kemur. Já. Og hvort ætlar að líta svo á að dagarnir séu að vinna á þér og færa þig og tíminn séu að vinna á þér og færa þig nær þessum frekar dapurlegu endalokum eða er gjöfin skilur þau fyrir hendi voru við tveir rosalega heppnir að vakna í morgun og það sem meira var að við komumst bara óstuddir fram úr rúminu og við gátum hugsað kannski einhverja glaðlegar hugsanir og fengið okkur gott kaffi og kannski einhver manneska sem okkur þykir vænt og ekki síst ef maður kemst núna á það þroskastigi að manni þykir vænt sjálfa sig. Ég veit ekki hvort við erum konið þangað. Mjög mikilvægt þroskastig, alveg rétt. Þú ert alltaf að tala um kærleikann, þakklætið og minnka kannski óttan yfir höfuð. Já, ég er að tala um sko frekjuna sem að felst í því að ætla umsnúa fastanum, náttúruöflunum og þessu eina sem við vitum og hvernig það gerir þig hræddan og graman og snýr öllu við í rauninni sem kannski þyrfti ekki að vera. Já. Þannig að þegar ég var búin að skrifa þessa bók, tala af allt fólkið, ég bæði tók í mörg viðtölu fólk sem hafði reynt dauðan á eigin skinni, ótímabæran dauða. Ég er ekki að tala um, ég minnst að tala um elli dauða, ég er mest að tala um ótímabæran dauða, sársaukafullan dauða. Tala við fólk sem missir börnin sín og það sem er náttúrulega það versta. Og allt það og niðurstaðan var það einhvern veginn svo úr þessu öllu bursi frá kontentinu og hvernig það kom út fyrir augu almennings, ég legg ekki dóm á það en mín eigin dauðarhæðsla minnkaði
og mitt eigið viðhorf gagnvart dauðanum varð jákvæðara. Og það hafðist ekki án vinnu, það hafðist ekki án rannsóknar, það hafðist ekki án tíma og þetta kviknaði í brjálæðislegri sjálfsvorkun sko. Í COVID þegar ég var með 3 brotin fót og komst ekki fram úr mínu eigin rúmi og var meiri sem með flösku til þess að pissa í því að ég komst ekki fram á klósett. Skilurðu? Og þetta svona enn eitt sem þú hefur aðeins komið inn á, við mögulega eftir að ræða betur, enn eitt sigurinn sem getur orðið þegar við liggjum í duftinu. Að við þurfum kannski að komast í duftið, liggja í duftinu. Til þess að eiga kost á að lifa lífi sem aðeins minni frekja og meiri líkur á. Það til náttúrulega mjög sterkt meðal gegn frekju. Það auðmýkt. Akkurat, sko. Auðmýkt og þakklætið. Þetta eru stórkostlega tilfinningar. Þakklætið alveg eitthvað fyrirbæri sem ég vil gjarnan. Mér stundum því tala fólk sem virkilega hefur spáð í þessu fyrirbæri, þakklætið. Það nálgist það nánast á okkur filosófískan máta. Ég kann ekki alveg að lýsa því en mér finnst eins og þetta sé eitthvað sem sé hægt að læra líka dálítið meira. Að vera þakklátur. Ég veit ekki. Þetta voðalega mikil lærdómur. Fylgst mér sjálfsöryggi til dæmis. Og þetta efla svona sjálfa sig og svona þessi ég bætandi bara horfa í speilin og rósa viðkomandi sko. Þetta vinna. Það er mikið af þessu sem vinna. Þess að hamingja sé bara ákveðin vinna. Einmitt. En sko með þakklætið, mér finnst sko þetta mjúk tilfinning. Hún hlý, hún mannbætandi, en hún líka sko annarra náttúru. Hún líka svo rosalega vörn gegn áföllum og gegn hinnu illa og erfiða. Þannig að hún bæði mjúk og svona svakalega öflugur skjöldur gegn alls konar vesinni. Ég trúi því nefnilega. Bara eins og heiðarleiki og auðmýkt, eins og ég líti á það. Mér finnst í raun sko ef þú hefur heiðarleika og auðmýkt svona í fyrsta sæti, það varla að þú getur gert eitthvað vitlaust. Nei. Nánast. Ef þú hefur heiðarleikan og auðmýktina að leiðarljósi sko. Einmitt. Og maður nær alveg 15. Það leiðir þið bara réttan stað. Og maður nær alveg stundum 15 mínútum þannig. Já. Það sem ég segja. Þetta alveg sko vinna, á ensku myndi þetta kallast discipline. Þetta svona einmitt, það góða punktur sko. Hvað myndi það kallast á íslensku sko? Þetta svona jú, þetta lært. Þetta svona lærð andleg iðn eiginlega. Það líka tengist þessu sem ég var að tala dauðan. Að ef þú ætlar aldrei að hugleiða hann, eða ætlar að stinga honum undir stól, eða ætlar að láta hann taka því í bólinu, þá mun þér kannski ekkert ganga svo rosalega vel að sætta þig við hann sko. Nei. Þannig að þetta æfing, einmitt, þetta ægi. Þetta þú þarft að setja tíma í þetta. Ég talaði við eina konu sem var næstuð í dáin og þurfti að útskýra þetta allt fyrir börnunum sínum, ungum, og hún vil meina það að dauðinn eigi að vera á námskrá í grunnskólum. Og það myndi minnka óttann við hann. Skilurðu? Já. En við erum ekki öll komið þangað. Nei, ég get ímyndað mér að þetta myndi valda einhverju umróti ef þetta lagt fram, sko. Fara að kenna krökkum dauðan, sko. Einmitt. Þau verða bara þunglind og eitthvað svoleiðis. Það það sem fólk segir, en það að gera þetta varlega líka. Börn taka samt, sko, hugmyndum dauðan í sjálfu sér að mörguleyti með öðrum og þroskaðri hætti nákvæmlega eins og þú segir, ef þau fá rétt viðmót, ef þau fá rétta aðstoð, það barnið náttúrulega ótrúlega fullkomið birtingarform lífsins sko. Ef allt í lagi. Og framheilin bara taka miklum framförum hvern einasta dag sko.
Það strax, og þau eru svo fljótt byrjuð að sko vega og meta og spá í hlutunum. Já. Þannig að, já. En sko... Ég myndi gætna líka vilja að heimspeki yrði tekin aðeins meira fyrir bara fyrr. Sammála og umræðum dygðir. Já. Og allt þetta. Já. En Flósi, þú ert mjög góður gítarleikari. Ég er alveg ágætur, já. Já, þú ert mjög góður gítarleikari. Þú ert búin að vera í hljómsveitum sem að hafa verið heimsfrægar. Þú hefur lifað lífi sem að ekkert margir lifa. Heimsfrægar. Já, ég held að. Þú ert núna kannski á einhverjum hátindi þið í ham með apparat að sko tónleikarnir ykkar fyrir þar síðustu helgi. Já. Vinir mínir, því miður komst ég ekki, en vinir mínir sem voru þarna, þeir segja bara þetta er eitt af flottasta sem ég hef orðið vitni. Já, það er viðbröðin sem við erum að fá. Já, og mér langar... Það er ekki að biðja neitt meira, held ég. Mér langar aðeins að fá að vita hvernig náðurðu að beisla mótlætið í lífinu til þess að setja tíma og æfingar í það sem fleytti þér á þennan stað. Já, þetta er mögnuð spurning. Það fyrsta sem ég dettur í hug er bara að tónlist er svo mikilvæg. Hún er alveg eitt helsta aflið sem mér finnst að hafi virkilega bjargað bara geðheilsu minni á sínum tíma, bara þegar ég var barn. Og margar aðra listkgreinar. Það var mikil myndlist í minni familju, ég fann þetta líka í myndlist og leiklist í minni familju líka. Þannig að í fjölskylda mín tengdist til dæmis Þjóðleikhúsinu og leikfélagi Akureyrar dálítið, þannig að ég var mikið í leikhúsinu en tónlist einhvern veginn mér finnst stundum eins og þetta sé bara eitt fiskabúr og það sé fullt af fallegum skrautfiskum sem eru hinar ýmsu listgreinar en tónlistin er vatnið sjálft. Það er einhvern veginn þannig sem ég sé þessa listgrein og hún hefur bara alla tíð verið. Ég veit það bara, ég verð að setja hana alltaf í fyrsta sæti ef hún biður það. Ég veit ekki hvort ég er að svara þessu alveg ræðilega, sko, spurðu það bara. En hvað varstu gamall? Hvenær fórstu að setja þann tíma í tónlistina? Bara spila, æfa þig á gítarinn, hugsa músík, praktísera æfingar sem hlýtur að vera forsenda þess að menn nái á þann stað sem þú náð. En það var svona fljótt þeim sem voru í kringum mig, svona minn næstu fjölskyldu, ljóst að ég var dálítið músíkalskur, sko, og hrifinn af því. Það var á heimili systur minnar var hvað heitir rússneska hljóðfærið þríhyrnda eftir? Þríhorn? Nei, það er bara 3 strengir. Það er alveg já, ok, það kemur eftir. Óþolandi muni þetta ekki. Og ég var ofta að pósa svona með það fyrir fram að spegilinn, sko, eins og þetta var ykkur gítar. Mamma mín gaf mér kassagítar þegar ég var 13 ára sem ég fór strax að spila mikið á. Og svo gaf hún mér bassagítar þegar ég var 15 ára. Ég á mömmu mikið að þakka hvað var það tónlistarlegt, sko. Hún elskaði tónlist. Það hefur örugglega verið líka svona dálítið flóttaleið hjá henni, sko. Elskaði sérstaklega dans. Já. Það var alveg henni uppáhald. Og er þetta ást við fyrstu sín, þessi gítarar, og byrjar þá að djöflast á þeim alveg út og suður? Já, það bara það að spila varð hluta svona eskapism eða bara flóttaleið. Ég fór að finna það, þú ert með hljóðfæri út að spila, þá einhvern veginn verða vandamálin ekki jafn íþyngjandi. Nei. Það er búið að leggja þig í einelti, er það ekki þannig? Jú, ég upplifði það frekar snemma, svona stutt eftir að pabbi deyr, svona 8, 9, 10 ára kannski. En svo svona, bara eins og oft fólk sem lendir í áföllum gerir, það finnur einhverja leiðir til þess að verja sig. Og ég verð svona hávaxinn og dimmrataður og finn það bara að krakkar sem áður fyrir voru kannski dálítið til í að fara að stríða mér voru aðeins meira hikandi við en ég bara gekkst alveg upp í þessari persónu, verða bara dálítið svona að fara að hlusta punk og rock og verða dálítið svona röff típa. Og tónlistin strax orðið hann svona 13-14 ára. Já, og tónlistin verður þitt vopn. Já, raun og eitthvað svona identity, sko. Punkið, ég bara að vera punkari, sko. Gekk í svona, við vorum alltaf í svona hermannagöllum.
svona, og hermanna skóm. Hverju íslenskir unglingar sem litu út eins og heimilislausir fyrir hermenn úr Víetnam, okkur strætum bandarískar stórborgar og svona vorum alltaf teiknum síðan hljómsveitar nöfn á þessa grænu hermenna eitthvað, minn var allur útkrotaður sko. Og þetta var svona búningur, þetta var maður komin í ákveðin búning og komin í ákveðin svona teimi. Já, einmitt, þú tilheyrir einhverjum gæfum með þér. Jú, það er nú talað um það Rómúlus og Remus og fyrsta fólki sem stofnaði Róm, þetta var fólk sem hafði verið rakið frá eigin ættfólki, sko. Og ertu á þessum tíma búin að hitta einhverja af þeim strákum sem eru til dæmis að spila með þér í Ham í dag? Það gerir fljótlega, já. Þeir byggu nú allavega Ævar Ísberg sem var trommari, hann var alveg æskuð vinur minn, við kynntumst mjög snemma, hann var trommuleikari. Og ég man að það var hann sem hringdi í mig og sagði þú verður að koma á tónleika sem við erum að halda, þetta er alveg eitthvað sem þú fílar. Það reyndist alveg hárrétt. Ég var alveg grjótarður hamaðdandi strax sko leið og ég heyrði það hefur ekkert breyst. Ég held að ef ég væri ekki í ljóstinni þá var þetta mín uppáhalds íslenska hljómsveit alveg án nokkur svafa. Og við hinn heppin. Já, ég vona það. En mér finnst það alveg rosalega forréttindi að vera í þessu bandi, mér finnst það. Byrjarðu að drekka mikið brennivín þegar þið farið að spila og svona og túra og gigga og jafnvel æfa? Já, guð. Já. Og Hvað ekki drakkstu? bara ég eða allir okkar. Hvað drakkstu helst? Hver var þinn Ég uppáhaldsdrykkur? er náttúrulega 21 árs nýju orðin þegar bjórinn er leiður, þannig að ég er þessari kynslóð sem mátti ekki drekka þetta stórhættulega fyrirbæri sem var bjór, Egils gull, þannig það sendi ungan mann beint í glötun, fáðu við frekar brennivín í kók. Ég ólst samstöð upp við þetta. Íslensk viska. Já, þetta bjórbann, sko, ég veit. Hvað finnst íslensku þjóðinu þetta bjórbann í dag? Er þetta ekki eitthvað sem við horfum á og hristum bara hausinn yfir? Jú, en maður er samt svolítið skotin í því að á þessum tíma vorum við raunverulega með sérstöður. Við vorum raunverulega aðeins öðruvísi heldur en aðra þjóðir. Já. Og það er smá saknaðarblæðir í mínu hjarta hvað öll íslenska sérviskan er svona hægt að finnast út. Jú. Við erum bara að verða eins og allir aðrir. Ég er alveg tekindi það. Er það ekki? Jú, alveg. Já. En sko, þannig að bjórinn er svona, já, hann er náttúrulega góður, hann er ekki það áfengur, hann bara svona getur slegið aðeins á kvíða og líka sett mann í stuð og svo þarf maður kannski eitthvað svona upper með, þurftur ekki eitthvað sterkt svona líka, skot eða? Jú, ég drakk bara allt, sko, en það var aðalega út af þessum áhrifum, sko. Já. Ég drakk fyrst þegar ég var eitthvað 11 ára, þá fann ég strax bara þetta er eitthvað sem ég þarf að komast í aftur, af því að ég hef bara aldrei fundið eitthvað sem let mér líða svona vel. Leið eins og ég væri eðlilegur drengur eða eitthvað. Ég held ég að vita það strax bara 9, 10, 11 ára að líf mitt og það sem ég hefði lent í væri kannski ekki alveg fyllilega eðlilegt. Og svona mér fannst ég ekki tilheyra. Mér fannst ég ekki verið í eðlilegri fjölskyldu. Svo saman fer ég að uppgöta þessar svoköldu eðlilegu fjölskyldur í kringum mig, þær eru kannski ekkert svo eðlilegar. Nákvæmlega. Og það er, og endanum er ég bara sem unglingur eiginlega farin að efast þetta orð eðlilegt. Hvað er eðlilegt? Þegar ég var ungur þá var farið að tala eins opið, svona meira opinskátt samkynhneigð, sko. Og það voru alltaf miklar umræður meðal okkar krakkan það, sko. Og það var, maður heyrði alltaf þetta er ekki eðlilegt. En hvað er eðlilegt? Hvað er eðlilegt að keyra í 700 kílóa stálskrimsli út á Keflavíkurflugvöll og setjast upp í ennþá meira stálskrimsli og vera í 36.000 fetum og samt ennþá á netinu? Ég meina, er það eðlilegt? Nei. Við erum 100 ára aftur í tíma og segja einhverjum frá þessu, myndi allir segja þetta er nú ekki eðlilegt. Við þekkjum þetta ekki. En að förum varlega að nota þetta orðið eðlilegt. Ég er bara normal er eitthvað orð sem, ég veit að Albert Camus heimspekingur sem ég held mikið upp á, hann var ekki hrifinn af þessu orði. Og normal. Þetta er bara glötuð skilgreining. Þetta er góð punktur. En að því ég er svo forvitin að heyra sko, hvað maður segja, glímu neyslusögunar og andlegs umróts. Já. Og hvernig maður sko heldur að áfengið sé manni til bjargar eða einhver önnur fíkniefni og jafnvel
að margir lýsa því að þeir hafa átt mörg góð ár, mismörg, en þetta hafi verið kraftverkalyf Já. Í ákveðin tíma. Já. En svo bara byrjar það að taka meira heldur en það gefur og þá sko þessi leit að þessi örvænting sem fylgir hjá mörgum að þetta hlýtur að koma aftur. Já. Og það getur verið svo erfitt að hætta, það getur verið svo erfitt að sleppa, það getur verið svo erfitt að hætta að drekka, að hætta að dópa vegna þess að það eitthvað í hausnum á þér sem segir jú, þarna varði ég hamingjusamast, þarna lausnin mín. Hvað varst til dæmis búin að vera að drekka lengi þegar þér fannst að það fóru svona koma þegar áfengið fór jafnvel að taka meira en það gaf þér? Það einhvern tímann bara skömmu, ég verð pabbi til dæmis 24 ára. Eignast í barn og svona, 22-23 þá ég alveg farin að finna að þetta bara orðið vandamál og hafði verið alveg öll mín unglingsári, ég drakk gífurlega mikið sko. Það einustu helgi við gat og helst, svona helgardrykkjumaður en helst báða dagana og mikið mögulegt það bara. Í hvaða framhaldsskóla fórstu aftur? Ég menntaskólann í Kópavogi, en ég flosnaði upp úr honum, stóð undir nafni og svo var ég svona að reyna að bæta við mig stúdentsprófið, fór í öldungadeildinni í MH og var í fjölbrautaskólanum í Ármúla tímabili. En ég kláraði aldrei stúdentsprófið. Samt tókst mér að komast í háskólanum síðan tíma. Lauma mér þar inn. Sem var mikil blessun. Já, það var blessu danskan sem kom mér inn í hann. Ég var metinn sem hæfur til að nema dönsku í Háskóla Íslands og en svo var ég búinn með 1 ár í því og svona langaði að skipta og þá var mér tjáð það að þegar þú varst búinn með 1 ár í háskóla þá þarf nú kannski ekki að hafa svo miklu áhyggjur af þessu stúdentsprófi lengur. Mér tókst að véla mig dálítið inn í sagnfræðina einhvern veginn. Mjög gott. Þennan máta. En þú þú nefnir þarna töluna, þú 24, þú orðinn pabbi og þá ertu komin á eitthvað blindskeri eða hvað? Ég var alltaf með, eins og ég sagði kannski í síðasta þættinum að þá var ég alltaf að reyna að leita einmitt þetta normalt sem við erum að tala um þetta. Það hlaut að vera eignast börn, eignast konu, eignast hús og verða bara dálítið svona nýtur þjóðfélagssegn. Mér langaði að reyna það. Og ég var komin bara ansið langt með það, hættur að drekka og mér fannst ég vera að gera allt rétt. Eignast börn og bara hugsaði bara ágætlega þau og þetta var ekkert slæmt líf. En þarna fer ég að finna að það eitthvað að mér. Ég get ekki orðið ánægður sko. Og þrátt fyrir ég væri hættur að drekka þá var alltaf vaxandi vanlíðan. Hvernig fórstu að þið hætt að drekka? Fórstu meðferð? Ég fór í meðferð sko, alveg heila meðferð. Ég man að vinur minn vann upp á geðdeild á Landspítalann og ég hringdi í hann og ég fór með þessu upp á Landspítal til að hitta hann að ég var svo úrkula vonar eitthvað. Hann hafði farið í meðferð eitthvað ári áður. Og ég kom mér þess að bara hérna á nætuvakt á geðdeild sko, en ég hefði nú unnið þarna, þannig að mér var leitt það. Og satt bara að spjallaði við hann í klukkutíma eða eitthvað. Og hann keyrði mig síðan upp og ég fór alveg í fulla meðferð. Og þú fórst í sloppaprógrammið? Já. Það var frábært. Það gerði mér mjög gott. Alveg frábært sko. En þar varð svo sem smá að því að þegar margir sögðu sko, ég satt þarna inn á Vogi og ég var teiknaður upp á töflu, segja svo margir, ég var það ekki. Ég var einn af þeim sem var ekki teiknaður upp á töflu. Þarna var verið að lýsa dálítið svona þessum klassíska alkohólista sem kannski ágætur heimilisfæðir og fjölskyldufæðir en leiðan drekkur þá hann svona sé sko andsetin af einhverju bara eins og Egill Skallagrímsson sem kom inn í viðkomandi og það eru bara eyðileggingar og ælt á fólk og bara brotið og bramlað og bara einhver hryllingur. Ég var ekki þannig. Þannig að ég man að þegar Gabor Mate kom fyrst fram svona 2013 verða umræðu hann hér, veistu, hann hérna kanadískur læknir og mjög leiðandi svona í allri umræðum áföll og mikil frumkvöðl sko.
En hann sem sagt fór að tala að það væri eitthvað þarna undan fíkninni. Fíknin afleiðing. Já. Því ég tengdi strax við það. Já. Og það engin ef í mínum huga, þannig það hjá mér. Já. Kannski það ekki þannig hjá öllum. Sko. Áföllin leiddu á sér fíknina. Breytir því ekki samt að ég fékk rosalega mikið frá aðsamtökunum og geri ennþá. Sko. Já. Hefur aldrei þurft að drekka eftir þennan tíma? Jú, ég fjall eftir svona 7,5 ár, kannski 99 eða eitthvað svo leiðis. Lengi? Lengi þá eða? Já, svona 10 ár var ég virkur alki, sko. Ertu þá í svona limbói, einhverstaðar mitt og millesra heim að þú veist að það mögulega betri veröld en hinum meginn, þið langar þangað en þú kemst ekki? Þú ert að meina áður en ég fell? Nei, ég meina eftir útfallin, sko. Af því að ég átti svona skeið, ég fjall eftir 9 ár og þá lenti ég sko eiginlega í meiri óróleika heldur en ofta áður. Þá ég í limbóinu, mér langar aftur heim í samtökin og til þess að áinn og ég fer þangað en það bara skilar engu, sko, ég get það ekki. Já, þetta áhugavert. Já, og það eiginlega sko, þá maður búinn að gefast upp gagnvart því að maður geti drukkið áfengi með sómasamlega og maður ætti ekki satt. Jú. Þannig að það eiginlega engin stund sem maður getur selt sér að það sé eitthvað viti í þessu. Nei, það alveg rétt. Þannig að ég upplifði það hjá mér sem svona limbo tíma, bondan, forgarð helvítis. Ég upplifði rosalega léttið því ég fjall. Já, mér fannst það bara sennilega því að það var búið hlaðast upp einhver spenna. Já, það alveg, ég var líklega bara á því sem kallast að vera á hnefanum. Ég hafði ekki alveg farið líka þessa leið, 12 spora leið, fyllilega. Ég hafði aldrei gert það. Ég hef einhvern veginn haldið bara það mæta fundi og segja stega bágt væri nóg. Þetta dálítið öðruvísi. Þetta eins og annað. Það vinna þannig. Það leggja eitthvað mörgum, skila, gefa að þér. Það svo mikilvægt í lífinu. Og allir þessari vinnu, þessari andlu vinnu sem við talum núna, hvað sem við talum alkoholisma, áföll eða þunglindi, þurfum að gefa af okkur til að fá eitthvað. Það alveg líkilatriði, sko. Ég skilði. Ég var kannski líkilega ekkert að gefa nóg að mér, sko. En varstu funksjónal þessi síðustu 10 ár sem þú drekkur? Já. Mér fannst ég ennþá vera að standa við mjög vel. Flutti til Danmerkur með 2 börn. Já. Og ég man að þegar dóttir mín seinna verður fullorðin þá fór hún að tala bara hvernig gátuðu þetta. Að flytja, og það alveg satt þetta, ég hugsaði tilbaka að þetta var bara heilmikið vinn þarna 1996-97 flytja með 2 börn, sko, og vissum ekkert alveg út í hvað við værum að fara. En við höfum komast að því að sko, sonur okkar hafði verið greindur með einhverfu og við vorum bæði svona dálítið svona, hvað var maður að segja, svona dankofíls, svona dálítið hrifin af Danmörku. Og mjög góði dönsku bæði til það, þannig við bara ákvaðum að fara til Danmörkur. Og það gekk alveg eftir að Danirnir tóku honum mjög vel, sinn okkar, og bara hann fór í svona góðan bekk og fekk góðan stuðning. Það var einmitt það sem við vonuðust eftir. Já. Og þessi ár í Danmörku voru svo sem alveg ágætt, sko. Já. Og ég kláraði sjúkraliðan þar fyrir að vinna á svona móttökugedil sem var gífurlega mikil reynsla líka. Já. Ég held að ég hef ekki fengið neitt út úr neinni vinnu eins rækilega eins út úr því að vinna á gedildum. Það var eiginlega dálítið svona bjargaráð hjá mér. Að kynnast því bara. Getur þú sagt mér af hverju? Hvaða var sem gaf þér? Ég veit ekki, ég hef alltaf leitað í að vilja horfast í augu við sko þessar ljótari hliðar lífsins, það er kannski ljótt að kalla það, sko, en svona þessar hliðar sem við kannski viljum ekki alltaf vera að sjá mikið, hins mannlega raunveruleika, svo við gerist nú pólitískur. En ég hef alltaf viljað sjá þetta. Já. Því að mér finnst ég verða var við, eða sko fá ljótleikan svo fljótt. Já. Sem barn einhvern veginn, hvað heimurinn dálítið kaldur og tilfinningalaus var ég að upplifa, kannski ekki svona beint sem illan, heldur bara einhvern veginn, það allir í sínu, þannig var ég að upplifa, en ég treysti einhver fullorðinu fólki sem hefur alveg haldið saman á þennan dag. Kannski lagast alltaf núna því ég náttúrulega verða 60, þannig ég orðin dálítið rík fullorðið fólk. Og allt fólk sem yngri ég treysti þeim miklu betur. Þannig að þetta verður alltaf betra með aldrin. En já, mér fannst ég að standa mig vel. Samt var ég ægilega, ég fór að þróa með mér aðra fíkn sem var bara í tölvuleiki. Það var svona flótaleiðin hjá mér.
gífurlega byrja að reykja aftur og endanum bara gefst ég upp og kaupið með bjór. Og það var alveg sama tilfinningin sem kom yfir mig þá. Ég hef kannski verið 31 þegar þetta var. Sama tilfinningin og 20 árum áður og þegar ég var 11 ára. Bara þannig það komið. Þetta svarið. Það ekkert sem jafnast á við þetta. Nei. Var ekki líka gott að búa í Danmörku? Þeir nú líka glaðgagvart því að menn séu að fá sér öl frá mótni til kvölds og hann ekki mikill samfélagslegu þrýstingur á mann að hætta að drekka. Nei, mér fannst svona Ísland vera eiginlega undan þegar komað umræðum alkohólisma. Já. Þegar komað döðunum, en Danir voru langt undan okkur þegar komað umræðum þunglindi. Já. Það var alveg einhvern veginn ekki sama tabúið það. Aha, einmitt. Þannig og það í Danmörku sem ég alveg bara að gefast upp og þá út af því að þetta samfélag bara aldrei frábært. Mér fannst gott að búa í Danmörku, sko. Þá bara rambaði inn á bæjarskrifstofur og fekk að tala við einhvern sálfræðing og hún segir bara að þú fellur alveg, það sem þú ert innflytjandi, þá fellur þú alveg í ákveðin svona, þú átt skilið ákveðin réttindi. Og þar á meðal 10 frjálsa sálfræðitíma. Frábært. Ég var að nýta mér hérna réttindi sem yfirleitt Íranir eða Tyrkir voru aðalega nýtir. Og meira fekk að sækja þarna skóla að því ég hætti vinnunni, með leið svo illa vinnunni. Og þá var félagsráðgjafi hjá bænum sem kom því verka að ég fekk að sækja skóla í 3 mánuði og fá að vera á ákveðnu kaupi hjá bænum bara við að gera það. Þannig ég sat í tímum með mitt flóttafólki frá Kúrdistan og Íran og öllu og það var gífurleg reynsla, rosalega það skemmtilegt að tala við það fólk. En já, en svo byrjaði ég að drekka þarna og hjónabandið flosnar upp úr því. Hún fer til Íslands, held ég kringum árið 2000 með börnin og ég einn heima eftir Danmörku. Þá náttúrulega jókst neyslan alveg allan helming, sko. Og þarna var amfetamín dálítið komið inn í líka, sko. Ég notaði það nú aðalega til að geta haldið áfram drykkjuna því að þetta náttúrulega óbáslega örvandi efni og þú búin að drekka lengi og orðin rosalega slompaður, þá hægt að taka amfetamín og þú ferð dálítið aftur á byrjunarreit. Þú haldið áfram að drekka, þetta hræðilegt efni. Þetta reynir svo óbáslega á líkamann að það bara merkilegt. Að þessi blessuðu líffæri okkar sem ég hef alltaf meira og meira álit á eftir því sem verða eldri. Hjartað svona skuli bara þola þetta. Já. Þú kaupir þér framhaldslíf en það kostar sitt. Já. Og sko þreytan sem ég séð í fólki sem að koma niður á virkilega svona amfetamín, kókaín, rúsi, það getur alltaf talað af því að það bara mikil áreynsla. Þetta svakalegt, sko. Líkaminn alveg búinn, sko. Já. Og bara svo við rifjum það, bara þessi neysla, hún öll tengd því að þér líður ekki nógu vel. Já. Það bara alveg, já. Kemurðu svo heim til Íslands aftur með skottið á milli lappanna eða? Já, ætlaðum ekki alveg að segja það. Mér fannst ég vera á algjörum, þarna var ég að drekka og ég var bara rosalega týndur, rúmlega 30 eitthvað. Og við taka bara ár hérna heima þar sem ég að vinna, til dæmis vaktavinnu og geðdeild og að reyna að vera helgarpabbi, þannig að ég að vinna aðra helgina og með börnum mín hina og þetta náttúrulega láglauna starfi og ég svona komin á svartan lista, get ekki tvekið lán, þetta var ömurlegur tími, öllu leyti. Þetta svona 10-15 ár, þar sem ég bara svona velkjast í reiðileysi, sko. Og finnur svona í vaxandi mæli fyrir svona stimplunar áhrifum, samfélagið að stimpla þig. Það erfitt fyrir þig að fá bankalán, þú ert komin á svona einhvern vanskilalista og þú ert að bera þig sama við aðra og sjá það ekkert harla gott, sá samanburður. Já, þarna verður sjálfsniðurrið alveg hryllilegt, sko. Bara sjálfshatrið alveg fer í hæstu hæðir, sko. Einmitt. Hvernig komst þú út úr þessu? Ég veit það ekki. Ég vil læsta svari. Ég var heppinn. Ég fekk hérna arf á sínum tíma, en ég skuldaði rosalega meðlagsskuldir. Já. Og gat borgað mikið af því upp en svo líka þegar ég hætti að drekka, þá breytist rosalega mikið. Já. Þá fer svona sjálfsálitið fer strax að hækka. Og í seinna skipti sem hættir að drekka, það heldur enn það bindindi. Já, það gerir það. Þannig að það eru komin
16 ár núna og 4 mánuður, eitthvað svo leiðis. Frábært. Sami rúndur og síðast fórstu bara í meðferðin og... Nei, ég fór bara í beint í aðstandingin senast. Já. Og Og var það ekkert mál fyrir þig? Alvöru. Hún var svona eins og talaður ég kom hérna bara inn og sagði, ég ætla ekki að þykjast vita neitt. Nei. Ég ætla ekki að fara inn að sérleiðir, ég bara vil taka leiðbyrningum. Já. Þá gekk það upp. Það er þessi bot sem að menn tala sem alanon fólk hatar að heyrum. Jú. Stundum. Já. Fólk þurfa alltaf að finna sem bot. Ekki nú skemmtilega þegar þeir segja við mann að góðir hlutir gerist hægt, maður vil nú að það gerist hratt. Já, þeir gerast nú merkilega hratt. Hjá þér? Já, mér fannst það. Já, mér fannst bara að ég var búin að vera edrú í 3-4 mánuði. Mér leið svo miklu betur. Já. Og þessi tilfinning, þú ert að gera eitthvað rétt. Þetta er rétt skref. Hún var fljótt komin. Og ég tel að ef þú ert að taka réttu skrefin á þessari leið, þá áttu alveg að fá þetta. Já. Það meira sér aðbókinu ákveðin loforð. Það er alveg ástæði fyrir því að þegar þau gangast upp, sko. Ef þú ferð þessa leið, þá finnur að þetta gerist og það finnst mér ganga upp, sko. Þannig að mér finnst alveg þrátt fyrir að ég sé ekki þessi klassíski alki. Ég svona áfengisnotkun mín og misnotkun var afleiðing af mínum áföllum. Þá var ég alveg búinn að mynda það mikið, sko, obsession, svona þráhyggju gagnvart þessu efni og þannig að ég sé mig alveg sem alkohólista þannig sé. En ég var aldrei ósáttur við, mér fannst hvernig S.A.A. Þau með ákveðna skilgreiningu á alkohólista sem örugglega passar við allt fólk. Ég veit ekki hvort það passar við alla og með stundum við séum varasamt að við séum að setja okkur öll í einhverja kassa eða búninga eða svona einhverja svona stimpla. Við erum svo alls konar. Þetta er svo mikið spektrum. Já, ég held að þetta sé mjög góð pæling hjá þér. Ég held að þetta hafi verið, sko, áður fyrr. Við vorum að svona reyna að búa til mjög einfaldar lausnir yfir mjög flókin veruleika. Já. Kannski þá skilvirkni. Kannski flókið að vera með hópmeðferð sem gengur út á að hver og einn sé nú bara þurfa að fljúga eins og hann fiðraður, sko. Já. Getur þetta ekki verið eitthvað svona íslenska vertíðar skilvirknin bara að einfalda hlutina? Það gæti verið, það nú sterkt í okkar þetta síldartorfu heilkenni. Já. Ég svolítið hrifinn af þeim sem segja núna fræðimenn, læknar og svona, að það sé kannski best að líta á alkohólisma sem stundum og oft tengdan áföllum en ekki bara. Nei. Genetíkin náttúrulega er mjög ráðandi og svo líka bara eins og hefur verið í seinni tíð með fullorðið fólk á Íslandi sem bara ávinnur sér einhvern veginn alkohólisma hægt og rólega með því að hætta að vinna, byrja að fá sér og er svo bara komið í bullandi vandræði. Já. Og Þú getur tekið á sig alls konar form. Ég held það. Er ekki best að vera bara opinn fyrir því? Það í samtökunum oft talað sko, og ég verð alltaf, kannski er það bara góðsviti, ég verð alltaf svona nervus þegar ég fer að tala samtökunum opinberlega, þegar alltaf lögðu áherslu að það, sko. Við einbröðum aðeins á þessu síðast, mér finnst allt í lagi að við bara segjum það aftur upp átt, að ég sé ekki að þú sért að brjóta einhverja erfðavenju A-samtökana þótt þú minnist á A-samtökin af því þú ert ekki að koma fram sem talsmaður. Nei, bara hvernig ég hef upplifað þau og hvað það hefur bara gert fyrir mig. Já, bara hann að halda áfram. Þetta tengist bara ástmín á þessum samtökum, ég er alveg fullur virðingar gagnvart þeim. Og maður vil hjálpa öðrum með að benda þeim á að það er líka bara alls konar vistaverur og ólíkar innan aðsamtökana. Já, það er það. Já. Og maður þarf kannski til að finna sinn rétta fund. Sko. Jú, rétt, einmitt. Já, en sko... Og þá erum við náttúrulega lúksusinn hér á Íslandi. Mér finnst Ísland er svo framalega. Ef það er eitthvað sem heitir A-fræði. Við alltaf fundið það, munurinn á til dæmis hinum Skandinavíulöndunum. Hérna eru margir... Þú getur valið 100 fundi bara á dag.
og internetinu allstæði, það ekkert málekvöldin að komast í sambandi við aðstandingun í Íslandi. Og hugsaði farvegin fyrir alla fullorðnu kallana sem voru aldrei þannig upp að þeir þurfa alltaf að berja af sér áföllin og mega ekki tala tilfinningar og alltaf. Hugsaði farvegin. Já. Að þeir geta rotta sér saman á einhverjum aðfundi sem minnst talað brennivín eða alkoholisma bara til að opna sig daglegar áskoranir og fengið að vera þeir sjálfur. Já. Með einhverjum svona jafningum sem hlusta og enginn að dæma. Það alveg magnað. Já, það það nefnilega. Það alveg magnað. Ég finn alveg sérstaklega svona værð á aðfundum sem ég finn ekki annars staðar. Já. Get ekki alveg lýst í hvað það Ég held að sé bara þessu ótrúlega samkennd sem maður finnur fyrir. En stóru upprisu árin í músíkinni og síðar þegar þú verður hlaðvarpsstjórnandi þessa frábæra hlaðvarps Draugar fortíðarinnar. Grunnurinn að þessu náttúrulega allur lagður með því að þú ert orðin edrú og þér farið að líða betur. Já. Það sækir fundi. Já, en fyrst og fremst var það, ég var nú aðalega að missa vitið, frekar en að missa stjórn á dykkinu. Svo það. Það var stærsta málið. Já, dauðahugsanirnar voru rosalegar. Þá ég svona í kringum fertugt. Já. Þá ég komin á svo endapunkt aftur og lagðurinn á geðdeild og farin að mér svo komin í það að skera sjálfan mig og nota róandi líf og örvandi samhliða því að drekka og var alveg að missa tökin. Ég leit bara í speilin og sá 41 árs gamla mann sem var bara svörtum lista allstaðar og mér fannst þessi maður hafa svona kastað lífi sínu gjörsamlega á glæ og ætti enga framtíð. Og þetta var bara sterk tilfinning, svona kvoldist yfir mig. Þú ert bara dæmdur maður, þessi rosalega tilfinning. Getur reynda að útskýra fyrir mér af hverju maður sker sig í þessum aðstæðum? Já, ég man vel eftir því ég gerði það. Ég hafði unnið svo lengi á geðdeild og móttöku geðdeildum þar sem var mikið aksjón og læti. En ég hafði alveg séð fólk skera sig og reyna að taka sitt líf áður og hafði alveg þurft að þurrka upp blóð sem alveg hræðilegt efni. Það verður svo klístrað og fyrir að lykta illa svo hljótt. Það alveg, ég hef aldrei skilið þennan vampíru rómans í nútíma þessum einhverju ofsalega fallegir kallmennar drekka blóð úr hálsinum og fallegri konu. Mér finnst þetta bara viðbjóður. Að ég veit að fyrir mér blóð bara ofsalegur óþverri. Ég hef þurft að þurrka mikið upp og vinna þar og þar kynntist ég fólki sem var stundum í þessu og ég var að spyrja þau af hverju gerur þetta, af hverju ertu að skera þig og ég man alltaf eftir þegar var ein yndisleg stúlka sem sagði að því að líkamlegi sásökin hann hrekur burt hann andlega og bara þægilegur í samanburði. Og einhvern tímann var ég í óbóðslegu kvíðakasti bara heima hjá mér, ofandaði og grét með einhverjum ekkasogum og var bara þarna er ég alveg að gefast upp og greip þarna einhver dúkarhníf og bara prófaði bara að gera þetta og fann bara að þetta er rétt. Þetta er rétt. Ég er hræddur að segja þetta af því að ég vil ekki að fólk vera að leika þetta eftir en jú, þetta er alveg ástæðan fyrir því að fólk gerir þetta oft og þetta getur orðið meira svona af því að þetta er þægilegri sásöki heldur en sá andlegi. Andlegur sásöki er verri en líkamlegur. Langflestum tilvikum. Þetta er ekki leið sem þú mælir með samt. Þetta er ekki leið sem þú mælir með samt. Nei. Hvað ætti maður að gera annað en að reyna að hleypa minnka andlega sásökan og færa hann yfir á því líkamlega? Hvað ætti maður að gera þegar mann líður eins og þú ert að lýsa þér hafa liðið? Hvað getur maður gert? Ég held að ég hef ekki í þessum aðstæðum átti ég engar annar kosta völ en að hringja hjálp. Ég var ekki að ráða við neitt sjálfur. Þannig ég hringdi á læknavaktina. Þarna ég bjó nú reyndar út á landi en sem betur fyrir það bara brást kerfið vel við. Það var læknir bara þarna, það var á Húsavík, það var læknir á Húsavík sem bara hlustaði á mig og tók þetta niður allt sem ég var að segja og sagðist alltaf ráðfara sig við geðlækni og Akureyri. Svo hringdi hann tilbaka og sagði þeir vilja endilega fá þig og leggja þig inn.
og vinnur minn sækir mig og keyrir mig til Akureyrar. Þá var ég hættur við. Mér fannst þetta of mikil skömm að ég hefði unnið á geðdeild og nú að leggjast inn á geðdeild. Já. Og svona, ég hef séð þetta líka svo oft hjá öðru fólki. Ég hef sko unnið á geðdeild og tekið á móti fólki sem að koma úr einhverjum alveg með að koma allt blóðugt og tætt og það allt í klessu hjá þeim. Og samt þau farin og þegar þau komu voru þau gjörsamlega í svo miklu mínus, grenjandi og vælandi. En eftir einhvern ákveðin tíma, það var eins og komið allt í hugsunin, hvað ég að gera? Ég að verða með til skammar, ég hef stjórn á eigin lífi og ég hef séð fólk fara. Man vill svo rosalega leggja þau inn en má það kannski ekki. Sérstaklega í Danmörku það mikið inngrip eða þú bara tekur eitthvað og leggur hann gegn hans vilja. Frelsið aldrei mikilvægt í Danmörku. Þannig að það alltaf lögreglan þarf alltaf að leyfa sko nauðungar innlögn. Já. Og ég var greinilega allt í einu þarna þótt ég væri blóðrisa og alveg komin á endastöðu þá sagði ég nei, ég vill ekki leggjast inn. Alltaf einhvern veginn að díla við þetta sjálfur. Maður býr náttúrulega til allar ástæður sem hægt að búa til að fara ekki inn í þessar aðstæður eins og að fara nú að geðdeild. Af hverju gerum við það? Já, vegna þess að við erum veik. Já. Að sko ég man að ég heiktist á því að ég var svona hálfu opinber fígúra sem sjónvarpsfréttamaður og andlit sem að mjög margir tengdust við. Ég myndi slátra eigin atvinnuferli ef ég myndi fara í meðferð eða eitthvað svoleiðis. Já. Ef ég myndi sýna á mér veikleika þá myndi allir tala það og það þá bara svona væral að Björn Þorláksson, hann ávist við rosa vandamál að stríða. Já. Og þá myndi allar lífsbjargirnar hrynja, öll virðing fyrir manni. Já. Þetta var bara varnarmekanismi alkans að öskra villuskilabóði í eyrun á mér og búa til ástæður gegn því einmitt að leita mér hjálpar. Jú. Og þessi varnarskilabóð hafa oft virkað ansi oft. Já. Já. Og það getur verið gott að ræða að þetta sem sagt stundum bara hluti veikindana. Já. Já, þetta merkilegt sem hún talar um. Þessi sko kemur upp hann að þessi hugmynd kannski manni finnst maður vera að glata einhverju reist og eitthvað svona karriér sem þú veist að ógna og svoleiðis. Ég skil þá alveg hvaðan það kemur sko. Því að þetta ákveðna breytingar. Þú veist að vikina á þér kannski eitthvað sem fólk eitthvað við þig eða ekki sem kannski ekki öllum kunnur þannig að þú ert að taka þetta ákveðið skref. Alveg rétt. Og það skiljanlegt að maður sé hræddur við það. Já. En ég held að maður verða að gera þetta og standa með því þegar maður gerir þetta. Já, og sko það sem maður heldur að gjaldfelli sig, það getur líka haft gjör ólík áhrif. Alveg. Það verður til virðing, það verður til væntumþykja, það verður aftur til traust. Já. Ef við tölum ástvinni og þá bara fólk sem býr undir sama þaki og þú. Já. Það aðeins heilbrigðara en þú, alltaf jafna, þótt alkoholismi sé fjölskyldusjúkdómur og geri annað fólk veikt í kringu þig án þess að það hafi beðið það, þá þeirra dómgreind er yfirleitt betri heldur en alkans eða þunglindi sjúklingsins eða hins veika manns og það sér ekki gjaldfellinguna heldur þvert á móti virðisaukninguna og vonina viðspyrnu sem getur orðið með því að þú takir á þínum vanda. Já, og þetta kannski tengist því sem segja að mér fannst því fljótt líka að finna það á vinum og vandamönnum að fólki fannst þetta strax jákvæð breyting, sko. Já, því trú ég. En ég man alltaf hvað vinur minni sögðu, þú varst ekki leiðilegur þegar þú varst að drekka. Ég fikk alltaf að heyra það. Og það er frekar sjaldgæft þegar líður á fyrir. Kannski út af því að náttúrulega þegar ég var að drekka þá var ég að nota þetta efnið mitt sem var að halda mér á því sem var verra. Mögulega. Af tvennu illu var raunveruleikinn miklu verri. Einmitt.
Þannig að þetta snýst aldrei það að bara standa aldrei ómengaður, taka af sér brennjun og horfast í auguruleikan alveg hans eins og hann Sannleikurinn getur verið rosalega brútal. Já. Þess vegna heiðarleikinn svo mikilvægur. Það kann ég rosalega vel að með í aðsundökunum með svo rosalega, þessi mikla áherslu á heiðarleika. Já, einmitt. Við höfum ekki efni á að byrja að víkja út af einhverju svona dygðabraut því að þá verða einhver raðáhrif. Það er maður svona svolítið með sig bara brothættan í flösku, sko. Já. En sko, en Flosi, það sem sagt upp úr þessu sem að svona sólin fer að skína skærar. Þú ert samt ekki maður. Hvað hefur lifað svona flesta daga í röð þar sem þú ert bara algjörlega hamingjusamur og situr vel í eigin sálu og ekkert vesen? Það eru kannski svona 3. Ég veit. Já. Þá komið að öðru, sko, ég ennþá bullandi þunglindur. Já. En ég á mjög góðum stað núna. En ég upplifað það að þunglindið ekki farið. Nei. Það verður alltaf einhvern veginn eins og okkur skuggi sem fylgir mér. Ég bara sætti mig bara við það. Tekurðu lyf við það? Já, ég tek eitt lyf, eitt þunglindislyf, sem mjög kröftugt, sko. En yfirleitt hafa þunglindislyf ekkert virkað neitt rosalega vel á mig. Nei. Ágætlega, svona, þau stilla svona af hæðir og lægðir. Þau kannski búa til botn og þak, finnst mér oft. Já. Þannig getur ekki farið of djúpt einhvern veginn. Það lendur bara okkur botni og ert í eitthvað svona daldið flatnesku sem þú skárra heldur en að fara alveg niður í þunglindi þar sem bara vilt enda þetta allt saman. Já. En að samanskapi smá þak ef ég að fara upp. Það svona stundum sem maður kemur upp úr þunglindi þá líður maður daldið eins og maður sé hafi svona smá innsýn í hvernig þetta þegar fólk normal eða þegar fólk kannski í smá maníu. Það meiri svona, ég finn allt í einu ég get gert meiri hluti og ég svona fljótar og snöggar að svara til og svona. Já. Og svona kannski kókraustari daldið. En það endist yfirleitt ekkert mjög lengi. Svo smá saman fyrir þetta þunga myrkur svona alltaf að kvelfast yfir mig aftur, sko. Ég held að það sé bara, ég veit ekki hvort að það hafi alltaf verið hluta af persónuleika mínum. Ég held nú að þunglindi sem ekki til komið út af áföllum, en þessi áföll náttúrulega það sem hafa aldrei mótað mig. Ég væri kannski allt annað maður ef ég ekki orðið fyrir þessum áföllum. Kannski væri ég hundleiðilegur. Ég líka veltið fyrir mér. Það gæti verið. Og svo það kunstin einmitt að sökkva ekki sjálfsvorkun. Já, hún verst af öllu, sko. Ég sé ekki að hún sé til neins hluta nytsamlega. Ég sammála. Sjálfsvorkun. Skömm og sjálfsvorkun sé ég ekki sem vallar sem nokkuð gaglegt, sko, við þetta. Kannski eru einhver tilvik skammarinnar sem maður átt hana skilið og lærir af henni. En sjálfsvorkun, nei. Nei. Jú, svona skömm ef þú hefur eitthvað virkilega og þarft að skammast fyrir eitthvað. En hún kannski getum talað tvær tegundar skömm. Sennilega eru að ræða tvær tegundir skammar. Já. Sér rödd djöfulsins sem alltaf segir þér þú hefur brugðist, sko, skammast þín ekki. Skammast þín allir fyrir þig. Þessar hræðilegu raddir sem geta orðið lúppað í hausnum á fólki. Þetta grugl, það alveg þetta versta, sko. Og ekki sko síst vont á þessum internet samfélagsmiðla tímum og öllu því þegar allir alltaf öskrandi myndefnið framan í því að fólk með fullkomið útlit og það success í öllu sem það gerir og við erum farin að halda í rauninni öllu því sem ekki lítur stórkostlega út bara frá helstu síðum oft á tíðum, sko. Jú, það er rétt. Það eykur enn sársaukann og bjagar samanburðinn. En verður stundum ofsakátur? Þú veist, nærðu ennþá til dæmis á sviðinu í Hörpu þar síðustu helgi. Þú finnur að allt geðveikt. Þetta getur ekki verið flottara. Hljóðheimurinn, þið vinirnir, félagarnir eru að gera eitthvað merkilegt. Verður ofsakátur? Eða fullsáttur? Ég vill eiginlega frekar bara frið og sátt í sálunni heldur en hamingju og gleði.
ég veit ekki hvað fólk að tala þegar það tala hamingju og gleði, en ég skil frið og sátt. Mér finnst það, ég bara sáttur að finna það. Ég fann það bara á sviðinu, þetta gott, hljóðið gott, við erum rosalega vel æfðir og ég ætla bara að njóta þess að vera hérna. Þetta vil ég upplifa, sko. Fannst bæði frið og sátt? Já, það hefur alltaf verið það sem ég fyrst og fremst að leita þig. Bara svona sáttur í sálinni. Ég veit ekki með hamingju og gleði, hvað það? Þarna kom við annarri skilgreiningu, sko. Hvað að vera hamingjusamur og glaður? Getur það ekki verið bara mjög misjafnt þetta fólki, sko? Jú, ég kannski að tala tilfinninguna þegar einhver efnabóðskap eru innra með manni, einhver líffæri, ég man ekki hvaða líffæri búið til hvað, búa til, senda einhverja svona gusu, sem til dæmis ekki adrenalín sem veldur kvíða, heldur einhverja aðra tegundur af efnum. Já. Og maður bara finnur allt í einu hvað maður fær mikla orku og mikinn kraft og nú ég bara að lýsa einhverju persónubundnu, það ekkert víst að neinir tveir séu eins, ég hef ekki hugmyndið það. Já, þetta nú ekki fjari lagi, það vissulega einhver ákveðin orka sem umlykur mann á sviðinu þegar maður að spila, sérstaklega ef allt að ganga upp, finnst mér einhvern veginn. Já. Og ég áður sagt að mér finnst eins og þunglindu og kvíðin, þetta hálfgerðar gungur, þau þora aldrei elda með henn á sviðið. Þannig að á sviðinu fannst mér ég alltaf vera bara ofsalega svona örugur. Það mjög sérstök tilfinning, sko. Rosalega þetta flott orðað. Ég rosalega skrítinn, sko, að ég finnir aldrei fyrir sviðskrekk. Þunglindu og kvíðin. Sko, en ef ég var að fara að hitta fólk eftir tónleikana, ég skítrættu við það. Já. Og til dæmis eftir fyrstu Hamparad tónleikana hérna á síðasta ári, 2025, það var svona eftir á partí eða eitthvað svona veislaða sem við fórum og hittum fólk og ég reyni nú að gera það alltaf. Og líka þegar draugarnir voru að fara live, fara fram og hitta fólk, því að fólk vill hitta mann og það jákvætt. En það samt þannig að eftir að hafa verið í 20 mínútur bara í þessu eftir á partíi, mér fannst að ég hefði getað bara að spila aðra tónleika strax. Af því að það eitthvað svo mikið orka svo færð úr listinni. En þarna að vera í þessu skvaldri og allir að reyna að ná tala við þig. Ég var bara eftir 20 mínútur var ég svo þreyttur ég gæti allar staðið. Ég trúi því. Þannig introvert ég, svo ég bara ég let 10 mínútur duga núna, það var allt í lagi. Þetta sýnir náttúrulega hvað skapandi hugsun, þetta orðalega þunglindi og kvíði eru ómiklar gungur til að þora að elda mig upp á sviðið. Já, takk fyrir það. Mér finnst það alltaf áhugavert, sko. Og það eitthvað skrítið sem ég hef verið með ægilegt í mígrænukast og labbaði á svið og farið að spila. Og áttaði mig á því þegar kom að sviðinu að ég hef ekkert fundið fyrir mígrænun meðan ég var inn að spila. Það eitthvað ótrúlegt sem kemur fyrir heilan. Þegar þú varst að spila, sko. Ég get ímyndað mér að fólki ýmsu öðru upplifið þetta líka. Þegar maður að gera eitthvað svona sem, þetta náttúrulega mjög mikið sem heilin að gera þegar ég að spila músík, stendur fyrir framan fólk, koma allar þessar tilfinningar á ég að vera hræddur við þetta fólk, allir sé ykkur sem ég þekki þarna og allir hljóðið sér nógu gott, það svo mikið að gerast. Mani þetta nógu vel, í hvaða tón byrjar þetta lag, býtum við þessu kapli, að hann núna, hvernig talningin, þetta alveg allt á fullu, en leið einhvern veginn. Kannski þetta bara svipað því eins og kafa. Mér finnst að þegar maður fer og kafar þá bara eins og heilin hugsi að nú erum við ykkur svona umhverfi þar sem við þurfum að slökkva dálítið mikið á hugsunum sem annars eru á lúpunni. Já, en skattframtalið það tekið niður svona áhyggjur af einhverju gömlu sambandi allt bara svona nánast allt nema bara við skulum bara vera hér og vera vakandi. Já, en munurinn... Það ekki ósvipað. En munurinn á því að kafa allams einn eða að vera á sviði í hljómsveit er náttúrulega sá að þið þurfið saman félagarnir að grúfa synga, að ná þessum það alveg rétt. Ná þessari töfra stund. Og þetta svo göfun, sko, maður þarf að treysta á félagarna, sko. Og þetta eitt af helst ekki kafa einn.
Nei, nákvæmlega. Já, þú minnar, í því tiliti. Já, ég let draum rætast á síðast ári og fór köfuna námskeið og stefna að reyna að sinna því aðeins meira. Já, en sko, mér dettur líka í huga að þú mættir svona sína þér kannski aðeins meiri sjálfsmildi sem að sumum finnst hallærislegt orð. Mér? Að þú mættir sína sjálfum þér aðeins meiri sjálfsmildi sem sumum finnst hallærislegt orð en öðrum finnst að við ættum að tala meira bara með því að þegar þú ert upp á sviðinu þá ert að gera hlut sem byggist á því hvað þú ert búinn að vera duglegur að æfa þig, hvað búinn að vera duglegur að hlusta á músík, hvað búinn að spila mikla músík, hvað þú hefur marga hæfileika og eðlis eiginleika sem þurfa allir að koma saman til þess að þú getir unnið þessa mjög svo sérhæfðu vinnu undir brjálaðislegu álagi. Já. Jú, það einhvern veginn þannig, sko. Ég heyr oft fólk segja svona, kannski maður takir þessi dálítið sem sjálfsögðu hlut, sko, að geta bara spilað gítar þótt að ég sé alls ekki besti gítarleikari í heimi, þá er mörgum sem finnst þetta að vera hálfgerðir galdrar. Já. Og ég sjálfur hef alveg upplifað það að horfa á tónleika og hugsa bara, þetta er einhverju galdrar. Þannig að en ég hef aldrei pælt í því að fólk skuli horfa á nokkuð sem ég að gera og hugsa, vá, þetta er alveg rosalegt. Kannski út af því ég var svo erfinn að taka hrósi, það getur verið, sko. Það hefur tekið mér langan tíma bara að læra að nota hrós, almennilega. Og fyrirgefðu að ég segi það uppátt en kannski tengist það líka því að þú glímir við þunglyndi. Já, það er einhver tengsl þannig á milli, sko. Það er ekki ólíklegt. Já. En þetta er náttúrulega mjög alþekkt. En þetta, ég ætla nær dýpri en það, sko. Já, getur tengst þessari röddu sem var alltaf að hvíslaði að mann hérna áður fyrir þú ert ekkert góður, þú ert ekki einskis virði. Það er eins og hún er alltaf þarna, sko. Þess vegna er ég aðeins að ræða þetta við þig og ég líka að tala við sjálfum mig vegna þess að við erum mörg sem glímum alltaf við þessar efasemdir. Já. Og en maður þarf stundum að reyna að hnika sér, bara hafa fyrir því að komast á hann stað að þetta var bara allt í lagi hjá mér. Þetta er alveg eins mér dálítið erfitt. Já, það var eins þér erfitt. Já. Finnst þér... Ég veit að ég á alveg að vera mjög ánægður með mig og allt sem ég er að gera, en það er alltaf rosalega átak fyrir mig að sannfæra mig það. Já. Það er alveg ennþá þannig. Ég ætla ekki að sitja hérna og þykjast vera orðin alveg fullkomin gúrú í því, sko. Ég held að þetta sé líka eitthvað sem við séum alltaf að díla við allt okkar lífið, það ekki. Það er þessar raddir sem er að reyna að telja okkur trúum að skugginn að hvísla okkur. Við förum svona Carl Jungískar pælingar. Já. Við mikið talaði þennan skugga, sko. Já. Skugganars Carl Jung. Þau okkar sem að eru með þennan farangur, hafa þessar byrðir að bera. Ég veist ekki að það er til hellungur af fólki sem að skilur ekkert hvað við erum að tala veit ekkert hvað við erum að tala en það er líka ansi stór hluti fólks sem leynir því hvernig það líður. Leitar sér ekki aðstoðar í aðstæðum sem að það þyrfti að leita sér aðstoðar. Og við náttúrulega þekkjum það með geðvernd hér á landi, hvaða er bara allar mælingar og rannsóknir sína, hvað óboðslega margt fólk stríðir við alls konar áskoranir og geðheilsa ungmenna er náttúrulega bara grafalvarlegt. Já, hún er það. Það er bara þannig. Já, það eru fáar þjóðir sem nota mikið af þunglyndislyfjum eins og við. Já, það er þannig. Og það er alveg satt. Já. En Flósi, nú höfum við verið að í einu reyk nokkuð lengi. Já. Er nokkuð búið að vera leiðilegt hjá þér? Nei. Hefur þið liðið sæmilega? Nei, ég er bara að hugsa hvort ég er að gleyma að koma einhverju að, sko. Já, það var eitthvað sem kom að endilega gera það, en annars sá ég þá fyrir mér að síðasti og þriði hlutin okkar gæti verið hlaðvarpið aðeins og svo þessi kulnun. Já, ég held þessi búin að koma þessi kulnun er nú alveg nú er ég, sko, ég held ég vissi hvað þetta væri. En þetta er eitthvað svona fyrirbæri sem er
eitthvað svona þunglindi af einhver annari stærðagráð en ég hef kynst áður. Og gengur eins og faraldur í samfélaginu. Já. Það geta allir fundið fyrir þessu. Ég held vel fólk sem hefur nefnilega aldrei upplifað þunglindi getur lent í þessu. Það heyrir maður, sko. Þess vegna er ég svo spenntur fyrir því að hlusta á þig ræðum það og reyna að fálma svona, þótt ég veiti það að maður veit kannski ekkert en maður getur talað eitthvað sem gerast og hvernig manni líður. Þannig að ég er mjög þakkláttur Flósi yfir að koma aftur í ef að segja næstu viku bara einhvern tímann. Þá erum við dálítið að tala bara nútímann og svona upp úr þessari kulnun fór í mjög harða svona sálfræði meðferð og sem endaði því að fara að takast á við áföllu barnesku, þannig að upp úr kulnun er ég að gera það. En við töldum bara, ég og sálfræðingurinn minn, ráðgjafinn minn, að þetta væri bara ágætis tímapunktur. Frábært. Og væri sálfræðingurinn þinn sáttur við að þú sérst að spjalla við mig á þessum nótum hér? Já. Hún myndi alveg treysta mig fyrir því, held. Það ekki? Já, klárlega. Einmitt. Heyrðu, það er bara mjög gjöfult að fá þig í heimsókn. Það er gott að heyra það. Maður getur orðið einhverju liði. Já, ég er mjög þakkláttur þér og ég hlakka til að hitta þig aftur í næstu viku. Við finnum út úr því hvaða virkadag í næstu viku við förum næst í loftið. Takk fyrir. Ég vona innilega að fólk hafi eitthvað gagn og gaman að því að hlusta á þetta. Þunglindisblaður í mér. Já, mjög góð viðbröð eftir síðasta þátt. Já, ég fekk ansi góð viðbröð sjálfur. Já. Það er alltaf þannig. Svo segir mér bara að það er þörf á þessari umræðu. Já, ef maður bara nennir að taka á sig grímuna og vera ekkert að þykjast. Nákvæmlega. Af því að það er ekkert allt og algengt. Sko. Nei, það er svo þægilegt að gera það. Það er nefnilega það sem fólk veit ekki. Það er alveg bara að vera ekki að burðast með ykkur að brynju alla daga. Það eru svo þungar blíkápinnar. Það eru það. Já, kæra þakkir, Flósi. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is